Nauðgunarmýturnar að þær lifa ágætis lífi mjög víða og það eru vísbendingur að það gerir það líka á Íslandi miðað við rannsóknir. Það er ótrúlega svona nýfrjálshyggjulegt að varpa allir ábyrgðina á einstaklinginn. Þá var ég náttúrulega bara búinn að klára dæmið. Gerendur ofbeldis ganga höldu höfði í íslensku samfélagi í skjóli mýta fólk sem beitir ofbeldi. Skrímslavæðing og gerendameðvirkni eru hugtök sem kallast á í umræðum gerendur. Í þessum þætti munum við skoða gerendur ofbeldis, hvort og þá hvernig þeir geti axlað ábyrgð á gjörðum sínum og hvort að það samræmist hugmyndum þolenda réttlæti. Nauðgunarmenning er í rauninni menning eða samfélagi sem samþykkir kynbundið ofbeldi og nauðganir sem norm. Þetta er bara svona. Ég meina, konum nauðgað, þetta er eitthvað sem óumflýjanlegt, þannig að rauninni verpum líka í nauðgunarmenningu vörpum við ábyrgðinni yfir á konur og þolendur og færum ábyrgðina frá gerendum. Þannig að rauninni þetta viðheldur vandanum. Við höfum ofbeldi og við viðheldum því, við rauninni svo ítum undir það út af því að við gerum aldrei neitt í því. Þetta er bara svona hluti af samfélaginu, það er nauðgunarmenning. Ofbeldi er kannski miklu víðtækara, grónara, dýpra, flóknara heldur en flesti gera sér grein fyrir. Ofbeldi er ekki bara að berja einhvern, ofbeldi er andlegt ofbeldi, ofbeldi er kynferðislegt, það er hlutaofbeldi, það er peningalegt ofbeldi, það er rafrænt ofbeldi og alls konar dulið ofbeldi sem við getum upplifað og allt þetta hefur vond áhrif. Kynbundið ofbeldi er í rauninni þegar við sjáum þessi kynjuðu valdamynstur sem eru oftast, konur eru mikil meirihluti þolenda og kallar mikil meirihluti gerenda. Birtingarmyndir kynbundins ofbeldis geta verið andlegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi, heimilisofbeldi og kynferðisofbeldi og þar undir því eru nauðganir. Vissulega verða kallar fyrir ofbeldi en gerendur eru miklu meirihluta karlar líka, til dæmis eins og nauðgunarmálum, við sjáum það til dæmis tölur frá stígamótum og neyðarmóttöku nauðgana og annað slíkt. En hvers konar menn og fólk er þetta sem nauðgar og beitir ofbeldi? Yfirleitt og langoftast í langflestum tilvikum er þetta bara ég og þú fólk. Það er bara óskubennilegt fólk sem er grátandi því að líður svo illa og er svo mikið samviskubit og sektarkenndin er að drepa þau. Við göngum alltaf út frá ákveðinni senu sem er bara kannski að þjóna óskaplega hagkvæm fyrir okkur. Við lítum svo á að meðferðarlega beiti fólk ofbeldi vegna þess að það kunni ekki annað. Það var aldrei lært að í ögrandi aðstæðum eins og þessum, það á ég ekki að gera svona heldur einhvern veginn öðruvísi. Ég held leið og við leysum upp þessa mýtur, þessar hugmyndir nauðgara og við horfumst augu við það að þetta sé fólk sem stendur okkur nærri án þess að ég sé fara eitthvað að afsaka gjörðir þeirra. En við þurfum að fara að horfast augu við það að þetta að nauðgarar séu bara að gerendur eru meðal okkar. Því ég held að meðan við erum með skrímslavæðingu þá vill enginn samsvara sig því. Það stígur enginn fram og segir, ég braut á einhverjum og þegar settur hliðin á húsasundanaauðgaranum með grímuna og hnífinn. Skrímslavæðing og gerendameðvirkni eru tvær orðræður sem fylgjast oft að í umræðu gerendur ofbeldis. Hvernig ætli sú pólarisering komi við sérfræðingana? Já, þetta er hræðileg pólarisering, algjörlega hræðilega fyrir mér. Þú veist, það versta sem við gerum er að gera gerendur á einhverjum skrímslavæða, það hugtak. Þá erum við, þú veist, að taka frá bara sénsinn á meðferð og endurhæfingu og skoðun og breytingum og þá eiga þessar konur og þessi kallar bara engan séns. Og það er bara alveg fáránlegt. Þetta eru svona tvær orðræður. Ég hef heyrt það bæði frá þolendur tala þú veist, bæði það að gerendur eru engin skrímsli, þetta eru venjulegir menn, þetta var bekkjarfélagi minn, þetta var pabbi minn, þetta var, þú veist, eitthvað nákomi mér, þetta er ekki manneskja sem ég myndi álíta sem skrímsli og er undir öðrum kringumstæðum ekkert skrímsli. Ég veit ekki hvað oft ég hef verið beðin af blaðamönnum að útvega fólki viðtöl. Gerendur sem er komið, þetta er ekki til hugar. Ég myndi aldrei gera það nokkru manni, af því að hann verður bara jarðaður á staðnum. Síðan eru líka þolendur sem segja að það er mjög mikilvægt fyrir mig að líta svo á að þessi maður sé skrímsli vegna þess að ég þarf að standa þar núna til þess að bara passa upp á eigin svona andlega heilsu. Og ég vil trúa því að við getum afstigmatíserað gerendur án þess að vera gerendameðvirk. Þetta verður samt örugglega mjög sársaukafullt ferli
fyrir þolendur. Finnborg og Hildur Fjóla hafa báðar rannsakað nauðgunar menningu, en doktorsrannsókn Hildar Fjólu beindist að réttlæti í hugum brotaþola sem virðist samsett úr nokkrum þáttum. Það sem skiptir rosalega miklu máli, það sem bæði mínar rannsóknir og annarra rannsóknir hafa sýnt fram á, að það sem skiptir fólk mjög miklu máli, fyrsta lagi að hafa rödd, eins og oft sagt, að fá að segja sögu sína, segja frá því sem kom fyrir og að því sé tekið trúanlega og að það sem var fyrir viðurkennt af öðrum, hvort sem það fjölskyldan, vinirnir, bekkjarfélagar, vinnufélagar og samfélagið, réttarkerfið og aðrir. Aðrir þættir sem skipta fólk mjög miklu máli og fólk tengir við réttlætis hugtakið, að það að upplifa stuðning, að það sé stuðningur úr umhverfinu og aftur frá þessum aðilum, fjölskyldu, vinum, samfélaginu og svo framvegis. Nú það sem skiptir líka rosalega miklu máli að tilheyra. Að því oft þegar fólk segir frá kynferðisofbeldi að þá ekki allir sem trúa. Og þegar fólk trúir ekki, þá upplifir fólk eins og það rofni einhver tengsl. Það rofni einhver tengsl við einstaklinga, hópa, samfélagið og svo framvegis. Þannig að þá upplifir allt í einu að samfélagið ekki þitt lengur. Og það svolítið alvarlegt mál og sárt. 1 af hverjum 8 konum á Íslandi upplifa nauðgun eða tilraun til nauðgunar samkvæmt tölum sem teknar á saman 2010. Það eru þarna væntanlega nokkrir gerendur þarna bakvið, ekki einhver örfá skrýmsli. En við sjáum líka að vandamálið ekki bara ofbeldi, heldur líka það að konur leita sér ekki rétta síns og það kannski alveg eðlilegt því að við sjáum framgang málanna innan réttarkerfisins að þeim mikið vísað frá og fæst málanna ná til dómstóla. Og þarna sjáum við hvernig nauðgunarmenning gegnum sýrð inn í strúktúrnum. Hvernig getum við breytt þessu? Hvernig útrýmum við ofbeldi úr okkar samfélagi? Við gerum það með breyttri umræðu, með því spjalli, með því sem við erum að gera hér og nú, til dæmis. Þetta góður hlutur. Ég held að það sé náttúrulega gert með umræðu, það gert með svona þáttum eins og þú ert að gera til dæmis, að viðhalda umræðinni. Við verum að geta talað þetta málefnalega og í umræðu þar sem við erum að búa til umræðu sem bæði mild, sem góð, sem lausnarmiði, sem gefur séns á breytingum og einhverju nýju. Til þess að vinna gegn nauðgunarmenningu, þá ekkert bara nóg að segja kallar þetta að nauðga, vissulega mun það hjálpa mjög mikið, en það eru aðrir þættir sem spila þar inn í. Að það sé þá kúltúr og menning til staðar sem hægt að reflektera svolítið á þetta með vinum, félögum og svo framvegis. Þannig að það náttúrulega það sem maður vill svolítið sjá, vegna þess að þannig búum við til einhvern kúltúr þar sem hægt að taka ábyrgð á kynferðisofbeldi. Ég held að karlar náttúrulega gegna lykilhlutverki í þessu að uppræta nauðgunarmenninguna. Og þar vill maður náttúrulega sjá bara meiri samtöl, eða sem sagt að karlar ræði saman og ræði málin og líti svolítið eigin barm og sé svolítið óhrættir að skoða eigin gjörðir. Nauðgunarmenning og ofbeldi verður ekki upprætt nema með því að varpa ljósi á gerendur og skapa menningu þar sem þeir geta og þurfa að axla ábyrgð. Herðu, ef þú vilt vita meira og fá ítarlegri útgáfu af þessum þætti og heyra meira frá viðmælandunum sem ég var að tala við, þá getur þú farið inn á allar helstu hljóðvarpsveitur eða podcastveitur og fundið þátt með sama nafni þar.